Þetta Skriðuklaustur, landsþekktur staður sem dregur til sín fjölda fólks á hverju ári. Á Skriðuklaustri rekur Gunnarsstofnun menningar- og fræðasetur með lifandi menningarstarfsemi, sýningum, tónleikum og öðrum viðburðum. Forstöðumaðurinn segir að miðlun menningararfsins sé að taka miklum breytingum með breyttri tækni. Farsímakynslóðin vill meðal annars skoða muni í þrívídd sýndarveruleika. Já, þessi misserin er alltaf fleygiferð í safnaheiminum og svona þessum heimi þar sem verið að reyna að miðla menningararfinum okkar. Við kannski hér á Íslandi við erum svona kannski, þó við séum stundum framarlega, þá finnst mér við stundum líka vera svolítið á eftir í þessum eða við hvað við stundum framarlega á tæknisviði. En nýjar kynslóðir sem eru að koma upp núna, þær eru með nýjar væntingar og allt aðrar væntingar heldur en fyrri kynslóðir. Þannig að þú getur ekki sett sama efni fram með sama hætti og þú gerðir fyrir afa og ömmur þessara kynslóða sem eru að koma upp núna. Og þess vegna þarf að nýta nýjustu tækni og alla þá kosti og möguleika sem er í boði til þess að miðla menninguna á spennandi hátt og ná athygli unga fólksins. En þið hérna á Skriðuklaustri, þið eruð í svona alþjóðlegri samvinnu hvað þetta varðar og alþjóðlegum verkefnum? Já, Gunnarsstofnun er svona, það er eitt af stefnumálum hennar að reyna að stuðla að nýsköpun og vera í alþjóðlegu samstarfi. Og við erum akkúrat nýbúin að ljúka einu stóru 30 ára norðurslóðaverkefni, það er verkefni sem var styrkt af norðurslóða áætlun Evrópusambandsins og vorum í samstarfi við Íra, Skota og Norðmenn þar. Og sem einmitt snerist svona skrásetningu og miðlun menningarminja og sem við til dæmis unnum þrívíddarlíkan af Skriðuklaustri og fyrir sýndarveruleika af klaustrinu forna. En síðan erum við í 3 öðrum verkefnum núna og leiðum eitt af þeim næstu mánuðina. Þeim lýkur raun öllum á miðju næsta ári og snúast svona svolítið mikið þetta að leita nýrra leiða, kynna það sem við höfum verið að vinna í öðrum verkefnum og bæði þá til þess að miðla menningararfinum en líka til þess að bara draga athyglina að honum. Þessi kynslóð, sumir tala farsímakynslóðina? Já, það er náttúrulega, það er bara málið að farsíminn, þetta undratæki, ég kalli þetta töfrastokk, því að þetta er í sambandi við miðlun og skrásetningu á menningararfinum, að þá er þetta ekkert annað heldur en töfrastokkur. Því að þú getur farið með þetta út á vettvang og gert alls konar mælingar og myndatökur og síðan ertu þá komið með efni sem að þú getur svo miðlað líka og til fólks sem er statt nær og fjær. En þú ert með fleiri tæki hérna á borðinu, þrívíddar gleraugu til dæmis? Já, það er náttúrulega endalaust til einhvern tækjum og símann getur bara sett í svona einföld gleraugu og þá ertu búin að breyta honum í sjálfu sér í sýndarveruleika gleraugu, símanum og svo getur þá farið yfir í eitthvað ennþá tæknilegra sem er þá eins og þetta Oculus Quest 2 hérna sem þá gefur þér færi á því að vera snúrulaus í sýndarveruleika þess vegna út í náttúrunni, þannig að ég geti farið með þig hérna niður að klausturminjunum og skelltir bara inn í klausturbyggingarnar í þrívíddarlíkaninu og þú getir vonandi innan skamms tíma bara gengið þess vegna klausturrústirnar í þrívíddarlíkaninu. Þannig að þetta er svona það sem að koma skal hérna? Já, það er það. Við erum að skoða ýmsar leiðir í þessu og líka bara horfa svolítið á leikjavæðingu í sambandi við þetta því að það er svona, fólk vill fá og sérstaklega svona yngri kynslóðir sem eru vana leikjum og við erum öll í sjálfum sér orðin svolítið húgt á leiki bara eins og í úrin okkar að segja okkur að taka fleiri skref og að þetta er allt saman leikjavæðing, það er eitthvað sem er að ýta okkur áfram og við erum svona að vinna að þessu og höfum verið að nota klausturminjarnar og klaustursöguna og svona kortleggja svolítið í því og hvernig við getum nýtt leikjavæðingu og svona þrívídd og annað í því sambandi en síðan erum við svona förum að færa okkur yfir í skáldið líka þannig
að Gunnar og sé ekki síst bara verkans að þeim verði gerð skil með svolítið nýstárlegri hætti hérna innan hús. En þú talar að við Íslendingar séum jafnvel svolítið á eftir á sumum sviðum. Hvað gerist ef að við spýtum ekki í lófana? Það er sko, ég held að þá rofni, við eigum það smá hætt á því að það bara verði ákveðið rof á milli kynslóða. Það að segja að það er, ef við hugum ekki svolítið að þessum stafrænu lausnum í sambandi við miðlun og menningararfinum og hvernig við getum náð athygli í öllu því flóði af efni sem að leitar að fólki í dag, að þá held ég að geti bara orðið ákveðið svona rof í því að menningararfurinn flæði frá kynslóð til kynslóðar. Þannig að þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að menn horfi svolítið á það og það er oft svolítið lenska hjá okkur sem að vinnum á söfnum og setrum að svona kannski vera svolítið hikandi gagnvart einhverju nýrri tækni af því að þetta kosti svo mikið að þá þetta verður orðið úrelt bara innan skamms og eitthvað nýtt tekið við en það er nú bara svona eins og með að sumir sögðu á interneti að þetta væri nú bara bóla sem myndi hverfa hérna innan fárra ára. En núna höfum við höfum í rauninni allan heiminn í hendi okkar í símanum því að bara í bókstaflegri merkingu og hann getur nýst síðan líka bara sem miðlunartæki hvers einstaklings inn á safninu sem náttúrulega gott á COVID-tímum. Að menn bara koma með sitt eigið tæki og fá enn meiri fróðleiki gegnum það. Þannig að söfnu framtíðirna þau eru svona bara gjörbreytast í raun og veru. Mín tilfinning er svo að þau eftir að breytast dálítið mikið og þau verður svona meira fljótandi. Það er að segja að það verði minna af svona stórum, dýrum fastasýningum sem verði settar upp sem að þurfa að lifa í 10-15 ár. Þróun er bara svo hröð að söfnin eins og aðrir verða að ná einhvern veginn að fylgja með í hringekjunni og svona koma að vera í takt við tímann og þá er þetta bara til þess að lifa af í rauninni.